Og áfram höldum við hér á N4. Við tökum upp föstudagsþáttinn á veitingahúsinu Strikinu á Akureyri, en ferðafólki fjölgar ár frá ári sem að þýðir meðal annars að það þarf líka að fjölga leiðsögufólki til þess að leiða útlendingana í allan sannleikann hvað fyrir augu ber og svo framvegis. Ingibjörg Jónasdóttir, kennari á Akureyri. Þú hefur verið leiðsögumaður í nokkur ár og ert auk þess líka að kenna verðandi leiðsögumönnum. Já, ég kláraði leiðsögunám 2014 og fór strax að vinna við það. Við erum mest á sumrin, aðallega í dagsferðum frá Akureyri, en svona aðeins þar fyrir utan líka. Bara fyrst svona aðeins leiðsögunámið, þetta töluvert nám að verða leiðsögumaður og fá réttindi. Já, þetta heilmikið nám, þetta tekur heilan vetur. Og skipti 2 annir. Fyrir áramót þá fólk að læra svona sögu og náttúruna á Íslandi og náttúrulega mannlífið og svona þjóðhagsfræði. Ýmislegt svona sem kemur að bara grunnstaðreyndum íslenskt samfélag. Og eftir áramót þá fara þau meira í að læra landshlutana, svona einkenni hvers landshluta fyrir sig. Og fyrir áramót þá þau að meðaltali 3 kvöld í viku, þetta kennt við Háskólann á Akureyri, og svo cirka 2 kvöld í viku eftir áramót, og þar fyrir utan heilmikið af svona æfingaferðum. Þau fara svona meðaltali annarkvöld laugardag í æfingaferðir og svo enda þau á vorin í hringferðum Ísland. En hvers konar réttindi fær fólk, sem sagt, það til eitthvað sem heitir svæðisleiðsögumaður og þetta svona svolítið þrepaskipt? Sko, við byrjum á réttindum. Þau í rauninni engin, því að starfsheiti leiðsögumanns ekki verndað starfsheiti. Það ekki bara lögverndað? Það ekki lögverndað, nei. Þannig í rauninni getur hver sem farið að leiðsegja. En allavega hérna á Akureyri þá hefur mér sýnst að fyrirtækin leggi metnað í að vera með menntaða leiðsögumenn. Svona af þínu starfi sem leiðsögumaður, þú ferð væntanlega mikið í Mývatnssveit eins og flestir. Eru kannski svona flesta ferðirnar sem þú ferð þangað? Já, það eru náttúrulega stór hluti af þeim sem til dæmis koma með skemmtiferðaskipum fara í dagsferð í Mývatnssveit. Það svona algengast. Ég hef líka farið töluvert í Jökulsárgljúfrin, svo fer maður til Húsavíkur, Siglufjörð, Skagafjörð. Það svona þessar helstu dagsferðir. Mývatnssveit, þetta náttúruperla. Eru allir ánægðir alltaf? Langoftast. Það fólki finnst ótrúlegt þegar maður segir á morgni að það muni fá nýja gerða landslægi á hálftíma fresti. Sérstaklega þegar maður fara í Mývatnssveit og Jökulsárgljúfrin og margir komið í lok dags og sagt, þetta var bara satt hjá þér. Og fólk ekki vant þessu fjölbreytileika í náttúrunni. Þú getur farið úr grónum dal, þú keyrir yfir heiðar, þú kemur á eldfjallasvæði, þú ferð í Jökulsárgljúfrin, sér þar allt annan heim og svo endar niður við strönd, þú keyrir gegnum Húsavík. Þetta mikið á einum degi. En að umgangast fólk frá fjölmörgum þjóðlöndum, þetta ekki svolítið mismunandi? Ekki fólki svolítið mismunandi hvernig upplifun eftir svo hvaða landi það kemur? Jú, ég til dæmis man í fyrra, þá var ég með mann sem var að sjá snjó í fyrsta skipti, bara í fjöllunum. Þetta var rosalega upplifun fyrir hann. Margir eru hissa á þessu víðerni að sjá svona langt, það engir skógar eða tré sem að byrgja sýn. Sumir eru vanir hraunum og eldfjallaumhverfi og finnst gaman að bera saman. Þannig að þetta mjög ólík upplifun fyrir fólk, en langflestir að koma til að sjá náttúruna á Íslandi. En þegar þú ert í þessum ferðum og ert að spjalla við útlendingana, náttúrulega færð alls konar spurningar og þarft að kunna skila þessu öllu. Já, það engin takmark fyrir spurningunum. Ég held að skemmtilegsta spurningin sem ég fengi var, það var maður sem hann kom til mín og var svona smá feiminn og ég sá að nú eitthvað að koma. Og hann svona horfði með smástund og svo sagði, ég var að spá þetta með kindurnar hjá okkur. Já. Þær eru villtar eða ekki? Ég sagði, svona ekki alveg, þær eru náttúrulega í húsi á veturna og heima við bæi og svo þeim bara sleppt lausum yfir sumari. Og hann sagði, getur sagt mér okkur alltaf 3 saman? Þá hugsaði mér smástund og svo sem sjá til, þetta bara einstæða mæður. Og hann hefur tekið það? Já, hann átti að sjá því að þetta var mjög rökrétt. En svona
þessi útlendingar sem að koma hérna, það þannig að flestir eru búin að undirbúa sig svolítið vel, búin að lesa sig til landið og svo framvegis? Já, það er mjög oft sem að fólk hefur kannski tekið svona sér til og fundið íslenska bækur og lesið þær, eða það hefur tekið törn og skoða íslenskar kvikmyndir. Sumir eru að koma beinlínis af því að þeir voru búin að sjá einhverja mynd sem var tekin á Íslandi eða lesa bók. Það er töluvert það að fólk ákvað að koma til Íslands eftir að hafa lesið eða séð eitthvað. Ef maður til dæmis bara svona googlar Icelandic food, þá kemur bara fullt að sviðahúsum. Já, veistu það, fólk ekkert að spá í þá. Nei. Fólk spáir mikið í fisk. Já. Það er svona mín reynsla. Já. Sumir eru svolítið feimnir og spurja svona, hvað með hvalinn? Já. Get ég fengið hann einhvers staðar? Þú ert væntanlega búin að fara nokkrar ferðir í hringinn í kringum Ísland. Þetta er nú væntanlega svolítið svona skemmtilegt starf en örugglega líka á stundu þreytandi. Þetta er mjög krefjandi og líka því maður veit náttúrulega aldrei hvað gerist yfir daginn. Það getur allt gerst. En náttúrulega yfirleitt þetta er fullorðið fólk, það er í fríi og borga helling fyrir að vera í þessum ferðum, þannig að yfirleitt eru allir bara glaðir og léttir. Og tipsa stundum? Já, stundum. Það er mismunandi eftir þjóðernum. Það er svona, sumar þjóðir gefa aldrei þjórfé, finnst það niðurlegandi að rétta leiðsögumanni pening, meðan að aðrir bara geta ekki sleppt því, finnst það bara nauðsynlegt. Hefur þú eignast vini í gegnum starfið svona? Já, reyndar. Það gerist einstaka sinnum að það er bara svona tenging sem að heldur áfram. Þannig að þetta er skemmtilegt starf. Þetta er mjög skemmtilegt starf. Ingibjörg Jónasdóttir, kennari á Akureyri og leiðsögumaður, þakka þér fyrir að koma hingað á Strikið og segja okkur þessa sögur. Mín var ánægjan.